the moment of truth. En ég var sem sagt að mæla mig og að nota þetta sem upphafstölur fyrir þessu 12 viknar átaki. Blessaði. Þetta ógeðslega truflandi, að sjá þetta? Þú gætuð bara unni við þetta. Verður með 2 skjá á þér og eitthvað. Jesus. Nú erum við að venjast þessu. En ég ætla bara að sýna ykkur upphafstölur og eins og segi þá allt opið hér. Hann ætlar líka að sýna hvað hann þungur. Ég ætla að sýna hvað ég þung og svo munum við á föstudögum. Góðan daginn. Herru, þá byrjum við daginn í dag þar sem við ætlum að byrja... Þannig að þú var að byrja bloggið þú þegar ég var búinn að tala. Þú þurftur að byrja þegar ég var með samræðin. Í alvörunni. Já. Er ég búinn að eyðileggja þig? Herru, við byrjum alltaf núna alla föstudaga á því að mæla okkur og fyrstu tölur koma núna. Nar í hús. Þetta sem þyngdi mín núna. Þú að gera þetta tvisvar? Daniel, já það gerir þetta bara tvisvar. Nei! Já! Herru, þá er ég búinn að fara á viktina. Nei, Daniel, þú veitur að íta. Íta hvað? Íta að halda tökkunum inn, eða þú veist, íta á takkanum svo þetta haldist inn. Ok, þá ger ég þetta bara aftur. En já, við erum að vikta mig núna. Við erum að setja skjáinn. Já, og hérna... Já, bla bla bla. Bla bla bla. Jæja, þannig. Ok, hvað viltu fá að vita? Ég er 95,2 kíló. 95,2. Fita 30,7. 30,7. Og vöðvi 62,8. Þá erum við komið með tölur. Ég stend núna sem er 90... Á gólfinu. Ég stend á gólfinu. Ha. Já, en hérna ég er núna 95,2. Fita í prósentum er 30,7 sem er svolítið mikið. Og vöðvamassi er 62,8. Anita er 82,8. Fituprósenta 41,5 og vöðvi 46,1. Þetta eru byrjunartölur og nú byrjum við þetta. Herru, takk. Herru, þá erum við búin að æfingu. Rigning. Ég tala við ykkur inn í bíl. Herru, þá erum við búin að æfingu og mér líst bara ótrúlega vel á þennan stað. Það er eitthvað skrítið við hlaupabrettið hjá þeim. Ekki slæmt, sko. Það er svo mjúkt. Það er svo mjúkt að hlaupa því. Það er svona, það kom fáránlega óvart. Þetta er fyrsta sinn sem ég nefndi að hlaupa á hlaupabretti. Það var einmitt núna, þetta hljóp ég í hálftíma, tók spretti og það er eitthvað við bretti hjá þeim. Það er ekki svona eins og á öðrum stöðum sem ég hef verið á, að þau eru svo hörð, þannig að þegar þú ert að hlaupa, að það skellur ekki svona, fatti hvað ég er að meina.
ótrúlega flottur staður, ótrúlega ánægður. Núna þarf ég, ég er að fara á einn stað og ég tek ykkur með og svo fer ég hugsanlega á annan stað og ég held að ég taki ykkur með í það og svo er ég að fara niður í Möstuumboð og er aðeins að fara að spjalla við starfsfólkið þar og svo kemur í ljós bara hvað gerist þá, svo þegar ég er búinn þá fer ég heim og Anita ætlar að henda sér á æfingu. Þá er fyrsta stopp Coca-Cola. Ég veit reyndar ekki alveg nákvæmlega hvar lagerinn er en ég ætla alltaf að fara þarna og tjekka á því og spyrja þau. Kíkjum á það. Þá erum við komin hérna hjá vörumóttökunni hjá þeim og ég er að fara að ná í vörur. Þá get ég alltaf sagt að ég er tilbúinn í þetta 12 vikna áskorun. Ég er búinn að hlaða mig upp með hámark, þannig að það verður engin afsökun hjá mér. Þá er það stopp númer 2 og það kun vera Möstuumboðið. Ég ætla að henda mig þar inn. Ég veit ekki hvort ég takk eitthvað upp þarna inni, en ef ekki þá bara sé þig á eftir. Nei, Kitty sín. Þá er ég búinn í Möstu og er hérna stopp í traffík, þannig að ég ætla bara að láta vita að ég er búinn í Möstu, gekk ótrúlega vel, kemur í ljós síðar hvað gerist. Sjáumst heima. Þá er ég kominn heim og það sem bíður mín heima er að pússa hennar vegg, svo þarf ég einhvern veginn að spasla og eftir að spasla allt þetta hérna til að mála þetta og það er að pússa þetta hérna. Ég er svo þreyttur. Ég ætla að fá mér te. Ég ætla að gera það. Ég ætla að vera duglegur núna meðan þessi keppni stendur yfir. Þá ætla ég að vera duglegur að hérna drekka vatn, drekka te og auðvitað fæ ég mér hámark. En mér vantar svona einhver millimál og einhverja hugmyndir af góðu millimáli. Ef þú hefur hugmynd af góðu millimáli sem er ekki fitandi og er bara svona clean, þægilegur, þetta þarf helst að vera auðvelt og þægilegt. Þú veist, ég hef alltaf þegar ég hef verið svangur og mér langar í eitthvað þá hef ég bara búið mér til samloku, hendi í grill, samlokugrill og fengið með pítusósu. Það er svo bilaslega gott sko. Pítusósu, svo dýfur alltaf hotninu í samlokunni og í pítusósuna og Svona, það er minn veikleiki, mér finnst. Þú veist, það er auðvelt að búa til samloku. Þú veist, það er alltaf til brauð, það er alltaf til skinka og ostur. Og þú veist, ef ég ætla að vera góður við sjálfan mig og setja pepperoni milli, Já, ég er orðinn svangur. Ég ætla að reyna að finna mér eitthvað að borða. Ég ætla alltaf að fá mér te aðeins að keyra orkuna upp. Já, endilega kommenta hérna fyrir neðan hugmyndir af millimálum. Ég hef mikinn áhuga á því að vita það. En ef þú ert ekki búinn að íta á subscribe, endilega gerðu það. Og það tekur enga stund fyrir þig. Sýni mér stuðning, mér finnst ótrúlega gaman að sjá stuðninginn frá ykkur og skilaboðin sem ég er að fá inn á snappinu mínu til dæmis. Og þú veist, allt sem þið að skrifa, mér þykir ótrúlega vænt um það. Ég svara öllum sem senda mér eitthvað og ég bara get ekki sagt hversu ánægður og hvað mér líður vel yfir því hvað þið að taka vel í til dæmis eins og þessa keppni og bara þú veist, að þið séu að tala um að strákarnir okkar séu æðislegir og gaman og þú veist, þetta er svona, mér þykir ótrúlega vænt um það og hérna já, ég er auðvitað ekkert að þessu, þú veist, til að græða á einu neinu, þú veist, YouTube er þannig að, þú veist, ef þú býrð á Íslandi þá ertu ekki að fá neitt pening úr því, eins og það kemur í fréttum að Íslendingur er að fá fullt af peningum eitthvað inn á YouTube, ok, þú ert kannski Íslendingur en þú býrð annar staðar í heiminum og talar ensku inn á YouTube síðunniðinni, þannig að þú veist, það er alveg, þú veist, YouTube gerir reglur sem þú þarft að fara eftir til að fá eitthvað greitt
og sem sagt, ég búinn að kvalifita í allt nema tvennt og þetta tvennt eitthvað sem ég aldrei að fara að gera. Ég aldrei að fara að flytja frá Íslandi. Ástæðan fyrir að ég fæ ekki borgað að ég bý á Íslandi og það bara, þeir eru bara þannig að ef þú býrð á Íslandi og Rás-eigin skráð á Íslandi, þau sjá alltaf ef þú upplótar hér en síðan skráð kannski LA eða eitthvað, þeir sjá það alltaf. Og þú þarft að tala ensku og ég ekki að fara að gera það. Þú veist, ég vill tala bara mitt móðurmál og þú veist, ég vill ná til strákana minna þegar þeir horfa á þetta og ég vill ná til ykkar líka. Og já, þannig að svona, þegar þið lesi fréttir að Íslendingar að fá greitt á YouTube, ekki kaupa það, þú veist, skoðið síðuna og þá sjáið alveg þetta, fólki talar ensku og býr ekki á Íslandi. Þú veist, tjekkið bara á því út af því að, þú veist, ég fæ oft spurningar bara, ég að fá borgað fyrir þetta? Nei, ég ekki að fá borgað fyrir þetta. Ég fékk tölvupóst reyndar frá YouTube og sem þeir voru að hvetja mig í að breyta stillingunum þannig að ég myndi leyfa auglýsingum að poppa upp og að það eru þrír möguleikar sem þú getur valið, bæði það þegar þú ýtir á auglýsinguna, vídeóið, að í byrjunum af vídeónu kemur auglýsing. Svo eru þetta bannerinn sem kemur alltaf upp sem við öll exum alltaf út af því að þessar auglýsingar eru óþolandi og svo auglýsingar í endan. Sem koma í miðjunni, þannig að þú veist, ef vídeóið lengra en 10 mínútur þá kemur auglýsing í 5 mínútum. Skilurðu? Þannig að ég prófaði þetta. Ég ætla að viðurkenna, ég prófaði þetta en ég tók þetta af strax út af því að þeir segja að þó að ég búi á Íslandi þá ætti ég að fá borgað en svo því ég geri það þá ég ekki að fá neitt, skilurðu, þú veist, það engar tekjur, auglýsingatekjur og dett inn. Þannig að ef þið haldið í alvörunni að YouTube að fara að borga eitthvað, þeir borga Íslendingum ekki neitt. Kannski vonandi einhvern tímann í framtíðinni en það fer eiginlega bara eftir okkur að nota þetta meira. Þú veist, ég hvet alla þá sem vilja gera þetta, sama og ég að gera það, þú veist, do it. Þetta ógeðslega gaman, þetta er skrítið að vera úti að halda á myndavél og tala en þú veist, þú ert að gera það sem þú vilt gera í lífinu. Þú veist, þið getur ekki ímyndað með það, þú getur ekki ímyndað þér hvað ég búinn að fá frá fólki sem ég hélt að væru, þú veist, mér næst og myndu styðja mig í öllu því sem ég að gera að, þú veist, þú veist, segja þetta bara asnalegt og þú græðir aldrei á þessu og akkurat á þessu og það vill enginn horfa á þetta og bla bla bla. Þú veist, mér þykir ógeðslega vænt að þú sért að horfa og ert ennþá að fylgjast með núna og en aðal ástæðan fyrir því að ég að þessu auðvitað strákarnir mínir út af því að, þú veist, móðir mín féll frá 2006 og eina sem ég á minningar af mömmu myndir sem ekki margar og þú veist, vídeo og svona, þetta var ekkert, þú veist, þetta var ekkert inn á, þú veist, í gamla daga og myndavélar voru fokdýrar og þá var þetta alltaf á spólum. Þú veist, ég átti spólu sem sagt með vídeói að mér þegar ég var bara svipuðum aldri á Baltasar og sú spóla held ég bara ónýt. Ég allavega veit ekki hvar hún þannig að, þú veist, ég vill út af að því miður kemur sá tími að við öll föllum frá, skilurðu, og já, að við öll föllum frá og ég vill skilja eftir minningabanka fyrir strákana mína. Þú veist, ég vill að þeir geti hort á allt sambandið okkar Anitu og vita nákvæmlega hvernig ég og hvernig Anita og hvernig við höfðum það og bara, þú veist, þá geta þau séð strákanir geta heyrt í röddina á mér út af ég veit alveg hvernig það að hafa ekkert að þessu. Þannig að þetta fjárfesting fyrir mig fyrir þá, skilja hvað ég meina. Miðað við það að ég veit hvernig það að eiga þetta ekki, þá veit ég að þeir eiga eftir að vera ánægðir með að eiga þetta. Það þú veist,
gullna reglan, þó að sé enginn að horfa, þó að ég uploadi, segjum að ég uploadi núna þessu vídeói og það er enginn sem horfir, það er bara 0 view, skiptir mig engu máli. Eða, þú veist, auðvitað, það er leiðilegt, en þú veist, ég er að gera þetta númer 1, 2 og 3 fyrir strákana mína. Þetta er minningabanki fyrir þá og ótrúlega gaman fyrir okkur núna, mjög og Anitu. Þú veist, búin að vera saman í 3 ár og og við getum séð 3 ár aftur í tíman sem er ótrúlega gaman og ég verð alveg viðurkenna, ég horfi stundum á gömul vídeo, bara eitthvað, þú veist, bara upp á minninguna og bara, þú veist, gaman líka að sjá, þú veist, við erum ennþá jafn ástfangin og hamingjusöm og þú veist, þegar við kynntumst og þegar við erum núna, sko. Þannig að, þú veist, þetta er, já, mér langaði bara að deila það með ykkur að, þú veist, gerðu það sem þú vilt gera. Þú veist, ekki láta einhvern Jón Jónsson út í bæ, ég er ekki að tala um söngvarann, þú veist, segja þér að þetta er asnalegt, þú átt ekki að gera þetta, þú átt að vera í norminu. Þú veist, gerðu bara það sem þú vilt gera og það lífið er fáránlega stutt og, þú veist, mamma fór mjög snemma úr krabbamenni og, þú veist, þetta var svona reminder og auðvitað greindist ég líka með góðkynja æxli og, þú veist, við vitum aldrei hvenær við förum en þú átt að skilja eftir eitthvað. Þú veist, reynum öll að skilja eitthvað eftir fyrir framtíðina, fyrir krakkana þína eða fyrir þig eða fjölskylduna eða eitthvað út af því að, eins og ég sagði áðan, ég myndi gefa annan handlegginn. Þú veist, ef ég myndi eiga þessar minningar sem ég er búinn að búa til af mömmu minni og fjölskyldunum minni. Þannig að, þú veist, ekki taka lífinu sem sjálfsagðum hlut. Þú veist, vaknaði á mótnana, brostu og hugsaði djöfull er ég feginn að hafa vaknað í morgun maður. Út af því að, þú veist, við vitum aldrei hvenær klukkan okkar fer. Út af því að þetta er eina sem við vitum er að við förum einhvern tímann sem er ömurlegt. En ég ætla ekki að, já, mér langaði bara að segja, þú veist, mér þykir óbáslega vænt um ykkur. Mér þykir ógeðslega gaman að við erum komin í 240 sub og vonandi í framtíðinni að við stækkum og, þú veist, eins og slagorðið, eða, þú veist, mottóið okkar, lífsmottóið okkar Anitu er njótu lífsins út af því að, þú veist, lífið er æðislegt, alveg sama hvort að það sé erfitt akkurat núna, þá veistu að lífið er alltaf, þú veist, lífið er gott. Þú veist, við eigum að upplifa eitthvað slæmt svo að við vitum hvernig það er að líða vel. En allavega, höldum áfram þessum góða degi, bara enn og aftur, takk æðislega fyrir að horfa, takk æðislega fyrir að vera ennþá að horfa núna. Ég veit það líka, ef þú ert ennþá að horfa núna, þá veit ég að þú ert number 1. Já. Oh my god, oh my god, oh my god. Ég er að fara inn í pósthús, ég er að fara að ná í sendingu sem ég pantaði og getum orða, wow, hvað er það röng? Anita er greinilega töluvert minni en ég. Já, ég er að fara inn í pósthús, ég er að fara að ná í sendingu sem ég er búinn að bíða eftir eins og lítið barn að bíða eftir jólunum. Ég skal sýna ykkur þetta smá stund. Það eru komin hérna í fjörðinn og ætla að hendast í pósthúsið og ég er geðveikt spenntur það sem er að fara að koma núna. Verða að fylgja með, þetta er geðveikt. Þá er, ég er fáránlega spenntur. Þetta er sérst pakkið sem ég er með og ég ætla að sýna ykkur hana eftir. Og svo fekk Anita, hún á þetta og þetta hérna. En þessi hérna pakki. Ég er svo spenntur maður. Þetta er geðveikt, þetta er æðislegt, þetta er bara Þá er Anita búin að fá náttföt sem hún var búin að panta og peysur. Yes! Þá er það, ég er svo fáránlega spenntur sko. Já, ég líka. Sitturinn. Ok, opna þetta bara, hættu byrði. Allt á þessu. Baldur, er þetta tilbúin eða? Ok. Býtu, á að vera ofn. Býttu.
Býtu áður en við opnum. Shit. Opnaðu þetta bara, maður, Jesus! Wow! Æ, peysan! Shit. Samfellan örugglega, bólur. Bólur. Damn. Þetta sem sagt mörd, hvað ég var að segja? Mér finnst mörd svo asnalegt. Heilstu gott. Wow, vá hvað þú ert flottur. Pappi! Þetta er ógeðslega flott. Pappi! Það knús okkur. Æ, hvað þú ert sætur. Já, þá er þetta sem sagt vörurnar sem við erum að fara að selja og verður í boði á njótalífsins.is. Hvenær þetta fyrir sölu? Ég vona að þegar þú ert búin að sjá þetta þá verður komið inn á njótalífsins.is allavega myndir og það er spurning að við höfum forsölu á þessu og sem sagt söfnum í stóra böndun og hérna, þetta var út. Já, setjum í stóra pöntun og sem sagt þetta tekur, hvað tók þetta langan tíma að koma? 2 vikur. Já, þetta verður þá 2 vikur þókkur til að við erum komið með alla vörurnar. Þannig að ef þú hefur áhuga á því að panta þér svona ból og njóta lífsins ból eins og þú sér hérna, þá endilega farið á njótalífsins.is og vonandi að, einmitt eins og ég sagði, þegar þú ert að tjekka á þessu eða horfa á þetta vídeo að þetta verður komið inn á njótalífsins.is. Ef ekki, býttu þá bara í hálfan dag og þá verður þetta komið inn. Og já, við verðum með hettupeysu, við verðum með fullorðins, sem sagt kalla og kvennabóli, samfellur á börn, er bara ein stærð, samfellur. Nei, 2. Já, það verður 2 stærðir. 62 mánuðir. Já, það verður 2 stærðir og þið munið geta sem sagt valið stærðirnar og svo verðum við með sem sagt minnsta stærðin á barnaból er þessi hérna og þetta er extra small en þetta er samt alveg rosa stórt. Þetta er eiginlega óstórt á Baltasar. Við ætlum að prófa að setja hann í þvottavél og þurrkara og athuga hvort þá minnki eitthvað aðeins þannig að Baltasar getur notað hana. Já, og hérna, ég er ótrúlega spenntur, ég er ótrúlega ánægður með þetta. Hettupeysurnar, það er að vera merktar í bakinu og verða svona rendar upp. Verð verður hugsanlega komið inn á njótalífsins.is. Ég get eiginlega ekki sagt ykkur verð núna, við erum eftir að skoða kostnaðinn af þessu. Ég er ótrúlega, þetta er ógeðslega flott maður. Og Benjamin minn kominn í svona samfellu. Og góð sætur Benjamin. Þetta er svo sætt sko. Já. Þetta er bara, ég er ótrúlega ánægður, þetta kemur ótrúlega vel út og bara Herru, klukkanar, blurry. Herru, klukkanar er allt og marg, strákarnir eru farnir að sofa, við erum orðin dauðþreytt, þannig að við ætlum að taka myndirnar og setja það inn á njótalífsins.is bara á morgun. Þannig að ég ætla bara að enda þetta í dag, bara takk aðeinslega fyrir árið, Mundið, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.